Já, góðan daginn. Ég ætla að fara hérna yfir enska vörn. Það er svolítið síðan ég fór yfir enska vörn. Þá var ég alltaf að fara yfir hérna biskup B7 og biskup D3 og skák, og hér átti hvítur ýmsa leiki. Biskup D2, kongur F1, riddari C3 og fleiri varianta. En núna ætla ég að fara yfir biskup B4 skák sem er með aðeins öðrum hugmyndum, að því að biskupin er þá C8. Biskup D2, það er yfirleitt alltaf leikið. Nú ef það kemur riddari C3 þá transpósar það bara yfir í eitthvað sem við eigum að þekkja. Og biskup D2, drepið, drottning drepur og D5. Þetta er svona lína sem Georg Mayer frá Þýskalandi hefur telt mikið. Ég held að þetta er tefli fyrir Úrúgvæ í dag. Eitthvað deilumál hjá þýska skásafninu. Já. Og þetta getur orðið svolítið furðulega stöður, og ég var að margir kunni mikið sem er hvítu. D5. Ég ætla að byrja á algengustu leiðinni, C-drepur D5 og E5. Hvítur ætlar að búa sér til space á kongsvæng, hugsanlega F4 og riddari F3, biskup D3, F5 og svo framvegis. Svartur leikur riddari E7. Nú, hvítur getur skákað á B5, en sé ekki hans að endilega græða mikið á þessu. Kemur yfirleitt samastað niður. Hrókering, segjum F4. Þá er biskup F5 bara einföld leið fyrir svartan að fullkomlega jafna tablið. Tefla svona. Nú H3 var ekki góðleikur, það er bara drepið. Já, þessi stað er bara hnífi upp, sko. Engin sérstök vandamál hjá svörtum. Hvítur getur ekki svo öll að leggja F5, hangir á E5. Svartur getur þess að leggja dróning E6 bara. Og svo rúkur B8. Það er ágætt stað á svartan. Þannig að biskup B5 gefur ekki mikið. Nú, ég ætla bara að byrja á riddari C3, hrókering, riddari biskup D3 og C5. Þetta er alltaf hugmyndin hjá okkur. Og riddari 1 og 2, riddari C6, F4 og þá er F6 upprópunarmerki. Og ef Vitigóf var með hvítt á móti López frá Spáni í ykkur atskapmóti, þetta heldur svona, og svartu fekk bara yfirbörðatafl mjög einfallega svona. Drottningi fyrir á D7 og þetta er mjög þægileg stað á svartan. Þannig að sterkur skákmenn geta klikkað bara að þau þekki ekki stöðurnar. Það planaði mjög einfalt hjá svartum. C5, riddari C6 og svo F6 að sem sagt trufla þetta miðborð hvíts og setja press á það, sko. Og það verðist ekki. Svo getur biskup jafnvel fara á G4, það er jafnvel option. Það er ekki að sjá að svartur sem er vandamál hérna, sko, í þessu systemi. Ég ætla að baka. Nú, biskup D3 transpósa bara. Riddari C3, riddari F3, sleppa F4, C5, biskup 1 og 2, riddari C6. Nú, what to do? Ef við höfum leik, þá getum við hugsanlega við getum hugsanlega að drepa á D4 eða leikið biskup G4. Og það er fullkomin tafljöfnun. Þannig að hvítur gæti reynt að drepa á C5.
hrókering, hann ætti að herja á þessi tvö hangandi peð en þau svona rúla vel saman ef maður passa sig. Biskup 1-6 góður leikur. Nú hrókur D1, það bara dróning C7 til dæmis. Veikleiki á E5. Rittar A4, þá C4 góður leikur. B3, hrókur C8 upprópunummerki. Svartur aðeins betra bara. Til dæmis hrókur C1. Biskup G4, áhugaður leikur. Hótum að drepa á F3 og E5. Já, það væri sú leið til að tefla til vinnings. Og ef hrókur E1 þá minnir mig að rittari G6, já, sterkur leikur. Þannig að þetta verðist ekki vera neitt sérstakt á hvítan sko. Þó þetta freisti að drepa og leika E5. Það er eiginlega sem svartur vonast eftir sýnist mér. Þannig að við skulum skoða aðra leiðir. Það byrja á E5. Já, þá var það E5. E5. Rittar 1-7. Rittar C3. Þá held ég að sé anda variantsins að leika C5. En biskup B7 er annar möguleiki. Sjálfur sér ekkert að því sko. Nú C5 ætla ég að mæla með, rittar F3, rittar C6. Þetta er svona svipað stöðun sem sko áðan. Það er hvítur áeilenga annar valkost. Biskup B5 til dæmis. Þá er hókering góðleikur. Og þetta er þetta svona. Annar valmöguleiki er D4 hérna og D5. Þetta lítur bara út fyrir að betra á svart sko. Þannig að drepa á C5 og biskup G4, þetta er einhver skák sem taldist nýfjamt en ég held að D4 sé skemmtileg tilraun hérna á D5. Þannig að E5 er ekki málið. Nú biskup D3, það er alveg leikur sem make a sense. Nú biskup A6 er sem Georg Meier hefur mikið verið að tefla en rittari C6 hefur telst líka. Hvað er það? Drepið tvisvar, þá er allar meðal með rittari C7, ekki drepa á D4, ég held að láta sé ekki. Nú, fyrst aðeins má ágjur af dróning G5, en held ég að ná að krifja það ágjörlega. Gefur hérna leikur sem eflaust einhverjum þykir skrítinn, kongur F8. En hugmyndin er að fara að setja með rittarinn F6 og leika G6 og kongur G7. Skal bara sína, rittari C3, biskup B7 og dróning G3, forðast drótningur uppskipti, rittari F6 og G6 og þetta ég er ekki að sjá að hvítur getur fengið neitt í þessu sko. Það virðist bara að vera mjög solid á svartan. Stakt beð á D4 þó þetta lítið svolítið útverðar svolítið ljótt. Nú rittari C3 þetta er bara svona já, dróning D6 geti verið sniðut held ég. Nú ef hann leikur rittari E5 þá kemur bara F6 og rittari C4 dróning D7. Ég myndi nú halda að þetta væri nú bara svona nokkuð jafnt sko. Kannski tæni betra á hvítan en já, þetta er svona jafnvægislegt sko.
Annar leikur hér geti verið F6 strax eða jafnvel kongur H8 eða F6 til að taka E5 reytin. Það baka. Já, rittar F3 geti telst líka þarna. Biskup E7. Þetta lítur kannski út að vera eitthvað á hvítan en þetta þynnist svolítið út sko. Svartur á svona resources í rittari D7. Ég ekki að sjá mikið hvítur sé mikið. Það vantar alltaf hvítur þetta biskup sko í sóknina. Það þurfti að vera hvítur þetta biskup á D3 eða C2. Þessi staði til dæmis bara síst lakari á svartan að mínum mati sko. Bara húku D8 og no worries. Nothing to worry about eins og skaldið sagði. Já, þetta svona hugmynd en biskup A6 það sem herra Mægir teflir. Nú segjum setur upp D5. Tveldiskákinni Thibaut Valio Pons 2020. Ég kann nú ekki bera nafnið hans fram á spænsku. Já, en rittar A3 drepið. Ég rittar F6 upprópunumerki. Þetta var nýjung. F3 rittar 1 og 2. Hrókering líklega besti leikurinn hérna. Já, og þessi stað nú líklega aðeins betur og hvítar reyndar. Spurning hvort að hrókur já, svartu þarf eiginlega koma einhver endurbútt hérna. Spurning hvort að það með drepa hérna og leikar þetta C6. Gæti til svona einhvern veginn, já, þetta virðist vera ágætis plan. Og rittar D7. Við viljum fara með rittarinn á B6 eða E5. Þetta aðtökum. Rittar D6 engin leikur hér og það rittar D4. Það gerir ég smá mistök. Það held ég að rittar D4 bjargjöldu sko. Smá taktík. Þess að ef hann drepur á D4 þá drepur á D6. Og þó að rittarinn fari eitthvað hérna og hóti drottningunni þá ekki sjálflegt að hann græði neitt á því sko. Drottning B6 og staðan bara jöfn. Getum leikir hrókur C8 næst og svo rittar E5 eða eitthvað. Bakka hérna hans. Já. Þannig að biskup A6 kemur til greina eða rittar C6 í þessu. Og þetta verðist nú vera nokkuð traust sko. Það kom inn að dróning E3 í skákinu, hann hrókir ekki. Dróning B4 leikan. En ég held að
Ég held að C5 sé besti leikurinn, þó að sé stakt peð, þá erum við alltaf með einhver aktív úrræði sko. Rittarinn er fljótur að koma C6 og D4 og svo framvegis. Já, þetta voru bara svona almennt eðlis í þessum stöðum. Þannig að þetta er svona allt í lagi að prófa þetta. Það er langlæstur að drepa hérna á D5 og leika E5 og það virðist ekki vera neitt á hvítan sko. Það er bara nokkuð þægileg staða svartan. Takk fyrir í dag.